Annar athyglisverður möguleiki fyrir hvítan eftir A6 að leika biskup G5 og þá ætti svartur að mínu mati að leika riddari E4 sem hóta biskupnum á G5 og eðlilegur leikur hér fyrir hvítan er biskup F4 sem hefur verið telt í nokkur skákum. Annar leikur fyrir hvítan er riddari drepur E4 og það býður upp á dálítið athyglisverða stöðu eftir D-drepur E4. Hvítur á nokkar reyti fyrir riddarana sinn. Ef hann leikur riddari E5 kemur F6, svartur vinnur mann, og eftir riddari D2 kemur drottning drepur D4. Þannig að hvítur verður eiginlega að fara með riddarann tilbaka á G1. Og þá ætla ég að mæla með dálítið athyglisverða leið fyrir svartan sem byggist á að leika hérna F6. Lítið dálítið skringilega út. Hugmyndin er að eftir biskup F4 kemur E5 og eftir D-drepur E5 þá hefur verið telt í þessari stöðu drottning A5 skák, en hér ætla ég að stinga upp á leik sem er algjörlega nýr á nálinni. Þetta er nýjung, hefur aldrei verið telt áður, sem er riddari D7 sem gefur svartum betur stöðu að mínu mati. Hér getur hvítur leikið ýmsum leikum. Hann getur leikið E-drepur F6, hann getur leikið A3 og hann getur leikið E6. Við skulum byrja á því að skoða hvað gerist ef hann drepur ekki peðið. Eftir E6 kemur biskup B4 skák, biskup D2, biskup drepur D2 og drottning drepur D2 og núna riddari E5. Og svartur er tilbúinn að taka peðið á E6 með biskup, hóta líka peðinu á C4 og hvítur er svolítið langt á eftir í liðskipan í framhaldinu því að peðið á E4 þrengir svolítið að hvítustöðunni. Hvítur getur vissilega að fara í drottningaruppskeytið á D8, svartur ætti ekki að hræðast drottningaruppskeytin því eftir langar hrókun með skák stendur svarti kóngurinn býsna vel á E7. Og hér þarf hvítur að passa sig því að hótarendar hjá svartum er ýmsar, að drepa á E6 eins og ég nefndi áðan og taka á C4. Líka í sumum tilvikum að leika riddari G4 og þrengja að hvítum með að leika E3. Sjáum til dæmis eftir framhaldi hróku D4 sem lítur mjög eðlilega út, hóta peðinu á E4 og valda peðið á C4, getur svartur leikið E3. Og eftir F-drepur E3 leikið hérna C5 og eftir hrókur E4 B5 sem er kraftmikið framhald. Í þessari stöðu er svartur í augnablikinu tveimur peðum undir en stendur mun betur, aðalega vegna þess að riddarinn er kyrfilega staðsettur á E5, hrókurinn hjá hvítum er illa staðsettur á E4 og hvítur er með varanlega veikleika í stöðunni sinni. Eftir riddari D7 getur hvítur líka leikið A3 og þá ætti svartur að drepa með peði á E5 og eftir biskup G3 leika biskup E7 og hrókara hérna stutt. Og í þessari stöðu hefur svartur býsna góð færi. Tekur hvítan smá tíma að koma liðinu snúta á kóngsvagnum. Sjáum eftir riddari E2 getur svartur leikið riddari C5 sem hótar skák á D3 sem er mjög óþægileg fyrir hvítan. Eftir uppskipti á D8 og riddari C3 leikur svartur biskup F6 og er fljótur að koma liðinu sína framfæri, getur skákað á D3 þegar honum hentar, getur í einhverjum tilvikum farið með riddarinn á B3 og virkja biskupinn F5 eða G4. Svartur stendur mjög vel hér. Eftir stuttahrókunni á svartum getur hvítur líka leikið drottning C2 og þá ætti svartur að skáka hérna á A5. Sjáum að hvítur getur ekki leikið B4 hér. Það er bara drepið. Þannig að hvítur verður að leika drottning D2 og eftir uppskipti á D2 kemur aftur riddari C5 með óþægilegum hótunum fyrir hvítan. Nú þriði leikurinn fyrir hvítan eftir riddari D7 er að drepa á F6 sem er lang eðlilegasti leikurinn. En þá fær svartur gríðarlega gott spil eftir drottning drepur F6. Sjáum að biskupinn má ekki fara langt því að svartur hótar í sumum tilvikum að skáka á B4. Eftir E3 til dæmis kemur biskup B4 skák og þá neyðist hvítur til að leika kóngur E2 og er bara mát eftir drottning drepur B2 mót í næsta leik. Þannig að eðlilegur leikur fyrir hvítan hér er að leika drottning D2 sem valda bæði biskupinn og B4-reitin. Og þá ætti svartur að leika A5 sem hótar biskup B4 og eftir A3 biskup E7 og eftir E3 riddari C5. Sjáum að með þessum leik hérna
A5 eða þvinga fram A3 þá náði svartur að veikja B3 reitin, hótar að leika rittari B3 og eins og áður svartur mjög fljótur að koma liðinu sínu á framfæri með að hrókara stutt, virkja biskupinn, leika hróku D8 og peð og E4 þrengi mjög að hvítustöðinni. Þetta voru möguleikarnir hjá svörtum eftir rittari dreipur E4. Svartur stendur býsna vel í því. Þannig betur leikur fyrir hvítan er biskup F4. Þá mæli ég með þessum leik hérna rittari dreipur C3, B dreipur C3 og D dreipur C4. Svartur bara tekur slaginn og hirðir peðið. Og hér á hvítu tvo möguleika. Annars verður að leika E4 sem er mjög eðlilegur leikur og svo þessi leikur hérna G3. Eftir G3 ætti svartur að leika B5 og halda peðinu sínu. Fyrst hann er búinn að drepa á C4 er eins gott að hanga á þessu peði. Eftir biskup G2 og biskup B7 getur hvítur leikið rittari E5 og þá ætti svartur bara að þróa stöðunni sína á eðlilegan hátt með að leika E6 og í framhaldinu leika drottning C8 til þess að halda valdi á C6-peðinu og leita eftir uppskiptum með rittari D7. Í þessari stöðu eru öll uppskipti svörtum í hag, hann er peðið yfir. Hvítur getur leikið hróku B1 sem hótar rittari dreipur C4 þar sem að biskupinn og B7 eru döðanum á eftir. Svartur leikur eftir sem áður drottning C8 og eftir stuttar hrókun biskup E7 er það tilbúin hrókara stutt og leika rittari D7 og losum sig þannig. Hinn leikurinn sem er E4 hvítan eftir svartur að svara með B5 og hér hefur verið telt rittari E5 og þá mæli ég með þessum leik hérna drottning A5 sem hótar peðinu á C3. Ef að hvítur valda það með hróku C1 getur svartur þróa stöðunni sína áfram með að leika G6 og setna biskup G7 og hrókara stutt. Og eftir biskup D2 á svartur athyglisverðan leik hérna sem er rittari D7 sem býður hvítum upp á uppskipti sem eru svörtum í hag eftir rittari dreipur D7 og biskup dreipur D7. Eftir A4 getur svartur bakkað með drottningun á C7 og leikið svo setna annarkvort E6 eða E5. E5 er góður möguleiki fyrir svartan í þessu stöðu. En eftir rittari D7 hér getur hvítur líka drepið á C6 og það gefur svartur mjög góð færi eftir drottning C7 tilbaka. Sjáum að hvítur rittarinn er í smá vandræðum. Fara hann aftur á E5 getur bara svartur drepið á E5 og biskup F4 gengur ekki og það er rittari D3 skák. Þannig að hvítur verður að bakka með rittarinn á B4 og þá kemur E6 sem setur smá pressu aftur á rittarinn á B4 og eftir A4 getur komið biskup B7 sem hótar peðinu á E4 og það er smá pressa á hvítu stöðunni hér, mikil dýnamík í svörtu stöðunni. Eftir A-dreipur B5 og A-dreipur B5 og uppskipt á A8 verður hvítur að fara að huga að E4 peðinu sínu. Hann getur leikið drottning B1 sem valda bæði rittarinn á B4 og peðið á E4 og núna ætti svartur að drepa rittarinn á B4 því að eftir drottning dreipur B4 getur svartur drepið á E4 og drepi hvítur á D5 getur svartur stillt biskupnum sínum upp á D5 þar sem hann er kyrfilega valdaður, heldur valdi á C4 peðinu og setur óþægilega pressu á G2 peðið hjá hvítum. Og ef hvítur ætlar að fara að eyða tími í að leika F3 áður en að virkja biskupinn sinn er svartur fljótur að hrókara stutt og virkja hrókinn sinn í gegnum B8 og hefur smá frumkvæði. Sjáum að ef hvítur leikur drottning B4 í þessari stöðu sem kemur í veg fyrir stuttarhrókunni svartum er F6 mjög góð möguleiki með hugmyndinni að hafa kónginn á F7 og hrókinn á B8 í framhaldinu. Nú, annar möguleiki fyrir hvítan í þessari stöðu eftir biskup dreipur B4 er að drepa með C-peði sem heldur valdi á E4 peðinu en þá er svarta peðið á C4 mjög ógnandi fyrir hvítan. Sumum tilvikum hóta það einfaldlega bara að vaða áfram. Hér getur hvítur svartur hrókar á stutt og þá getur hvítur leikið F3 til þess að valda E4 peðið sitt og þá hrifsar svartur frumkvæðið með að leika F5 sem er kraftmikill leikur og hvítur er töluvert á eftir í liðskipan. Svartur notfærir sig það með að vera dálítið fljótur að sækja að stöðunni. Svartur stendur betur hér. Nú þetta var afbrigðið með biskup G5 og eins og ég segi þessi rittari E4 leikur er dálítið mikilvægur fyrir svartan. Svartur stendur ákaflega vel eftir rittari dreipur E4 og D dreipur E4 sérstaklega út af þessari nýjung í þessari stöðu sem er rittari D7 sem býður upp á mjög skemmtilega möguleika
og eftir biskup F4 þessi leikur hérna riddari draugur C3 og hirða peð á C4. Takk fyrir þetta.